Þáttur 6. Nú erum við búin að vera fyrstu 5 sem koma allir saman. Og nú er komið að mínu uppáhalds Confluence í trading. Það sem ég nota mest, það sem ég nota best og það sem þið þekki flest, ekki að því að kenna ykkur núna. Það er, eins og þið sáðu í tætilinu, CISD. Hvað er í gangi? Bæjum. CISD. Það er CISD. Þetta er Confluence við notum þegar við erum búin að manipulata, taka út einhver lows, einhver highs, förum í higher time frame fyrir value gap. Þetta er það sem við notum til þess að staðfesta það að við séum að fara í hina áttina. Svo hvað er CISD? Ég skal teikna þetta svona í svona flottum kertum fyrir ykkur. Svona. Ok. Segjum að við séum að uppleið hér. Svona. Ok, svona bara. Wow. Og svona, gaur. Bingo. Ok, segjum að við séum að uppleið hér. Og ég er búinn að kenna ykkur hvað break of structure er. Það er ef við myndum loka fyrir neðan mesta recent swing low. Það er break of structure. CISD er svipað Confluence, við notum það á svipaðan hátt. Segjum að við séum með 1 hour fyrir value gap hérna. To the downside. Við förum upp, förum í það. Nú þurfum við að bíða eftir staðfestingu að við séum að fara í hina áttina. Og þar kemur CISD inn. Break of structure væri að eins og ef kertið myndi loka svona. Þá erum við búin að loka fyrir neðan þetta low hérna og við erum komið með break of structure. En CISD er annar hlutur. CISD er þegar við lokum fyrir neðan bodyið á neðsta kertinu. Þetta er svolítið flókið, stay with me. Þegar við lokum fyrir neðan bodyið, svo hér, hérna opnaði kertið, bodyið, lokum fyrir neðan opening bodyið á kertinu. Þannig að þetta er change in state of delivery. Sjá. Munið. Þetta er break of structure. Þetta er break of structure. Að því að við lokum fyrir neðan vikið hér. Þetta er CISD. Þegar við lokum fyrir neðan opening body af kertinu. Ég skal bara sýna ykkur dæmi í markaðnum. Sko, það er hægt að fá CISD á nokkra vegur. Og ég ætla að sýna ykkur hvernig mér finnst best að nota það. Og sjá. Kannski betra að fara hingað. Kannski betra að ég er tilbúin með eitthvað dæmi bara. Ok, það fyrir mér. Sjáum. Komum hérna
Tökum út þessi hérna 15 mínúna highs, tökum þetta high líka, relative equal highs, tökum þau út og hérna sjáum þið þessa hérna röð af búlliskertum, þessi 3 búlliskerti. Hverju leitum við af? Við tökum opening price á bodyinu á neðsta kertinu, eða fyrsta kertinu í þessum legg, tökum línu út og hvað gerum við hér? Ég ætla bara að sýna ykkur hérna, bara hér. Ok, erum hér, hvað gerum við? Komum upp, tökum þessa highs, þá erum við að fylgjast með, ok, hverju viljum við bíða eftir núna? CISD hér, hvað erum við hér? Við erum með fair value gap, þannig að við bíðum, hérna, inverse fair value gap, CISD, logo fyrir neðan þessi kerti, nú bíðum við eftir retracement, við bíðum eftir að koma aftur upp í CISD, stop loss hér og síðan getum við sett bara TP hér, sem að hér bara. Hvað gerist? Tap í CISD, alltaf þetta hinga, fyrir í CISD, fyrir í inverse fair value gapið, við fyrir inn hér, TP á þessum lows og þetta spilar út. Mér sé líka getur verið með TP hér og þetta spilar út. Þetta var bearish CISD. Nú get ég sýnt ykkur hvernig við notum bullish CISD. Hvað gerum við hér? Við erum með þessi lows hér, tökum þetta low, þá erum við með allt þetta legg hérna, ég kalli þetta bara legg, öll þessi hérna kerti, svörtu kertin hér, tökum efsta kertið, fyrsta kertið á leggnum, tökum opening price, síðan hérna, á þessi hérna kerti, logoðu fyrir ofan það. Hvað erum við hér? Við erum með fair value gap sem við inversum á þessu hérna kerti, inverse fair value gap, CISD á þessu kerti, CISD á þessu kerti þegar við lokum hér, setjum entryð okkar á CISD-ið, stop loss hér og við getum targetað hvað sem við getum tekið standard deviation og targetað -2 til -2,5. Ég ætla ekki búin að kenna ykkur þetta. Síðan erum við með allt þetta. Þetta er ég búin að kenna ykkur. Low resistance liquidity. Stakkað upp liquidity hérna. Við erum með TP á þessu high. Og hvað gerist? Þetta er svo fallegt. Þetta er svo fallegt. Sjáu þetta. Við tökum bara þetta þessi burti. Snertir CISD-ið. Beint í TP. Og svona nota ég CISD. Ég býð eftir að við förum í eitthvað higher time frame PDRA eða við tökum út eitthvað liquidity eða eitthvað þannig. Og sjá, ég er að finna annað dæmi hérna meðan ég er að tala. Býð eftir að við manipulitum í eitthvað higher time frame PDRA. Merkir sér út CISD. Ég vil líka fá inverse fair value gap á manipulation legginu og ég blanda því saman og fæ þannig entryið mitt. Svo hérna, við erum með öll þessi lows hérna.
low hér, low hér, low hér. Hvað gerum við? Förum hérna niður, tökum þetta út. Hvað gerum við? Þetta hérna kerti tók út þetta liquidity. Tökum við efsta kertið, fyrsta kertið á leggnum. Hvað erum við hér? Fair value gap. Förum hérna niður, skjótumst upp, CISD, inverse fair value gap. Strax svo við fáum þetta hérna kerti, þá set ég entryið mitt á CISD-ið. Stop loss á þessu kerti. Og við getum annarkvort targeta þessi hérna equal highs eða við getum tekið, eins og ég sagði áðan, standard deviation og setta í -2,5. Svona nota ég CISD til að senda reyða. Þetta er mitt entry confluence. Ég blanda CISD og inverse fair value gap saman. Og ég get setið hérna og fundið bara dæmi allan dag, sko. Hérna, tökum highs, þessi kerti, CISD. Sko, síðan er hægt að fá CISD líka, sem er bara eitt kerti. Það sem að við tökum út einhvern legg og það er bara eitt kerti sem að teka. Það lítur þá svona út. Svona, nei, býtu. Svona bara. Við erum með vik hér. Segjum að við tókum út eitthvað liquidity sem var hér. Tókum það út. Setja svona. Svo síðan voru við kannski með bara, sjá. Síðan kannski bara bearish kerti hérna, ekki svona feitt, sko. Reyna að hafa þetta smá svona raunverulegt hérna. Segjum að við vorum svona, fáum síðan bullish kerti hér, tökum út liquidity og síðan byrjum við eitthvað smá svona og fáum síðan hérna. Þetta hérna er CISD. Þó að það sé bara eitt kerti sem að tók út þennan legg. Það er alltaf betra að hafa ykkur hérna. Þó að það sé bara eitt kerti sem að tók út þetta liquidity, þá er þetta samt CISD. En ástæðan okkur ég vil ekki treyta þetta, ástæðan okkur mér finnst miklu betra að bíða eftir ykkur eins og hér, þegar við tökum út þetta hérna liquidity, þegar við tökum út þetta hérna liquidity og förum í þetta hérna fair value gap, þá erum við með fleiri kerti hérna. Neðsta kertið, neðsta bullish kertið á þessum legg. Entry hér, stop loss hér. Það er, já, fullt af einhverjum targets hérna. Hérna, fair value gapið hér. Ástæðan okkur ég vil frekar treyta þetta svona er mjög einfalt. Er að því að þegar við erum komið með miklu fleiri kerti, þá erum við bæði með stærra manipulation legg og þá fáum við þessi fair value gaps hérna sem við erum að inversa. Við erum með öll þessi hérna fair value gaps sem við erum að inversa þegar við erum að fá þetta CISD. Og það er akkurat það sem ég vill fá. Ég vill að við séum að fá inversion fair value gap og CISD á sama tíma. Skilur hvað ég meina? Eins og hérna. Hérna er dæmið við bara með eitt kerti. Hérna tökum við út þetta. Ég sagði bara eitt kerti hér þegar við manipuleitum þessi hérna highs. Eitt kerti, fáum CISD hérna og það virkar. En þetta er ekki eitthvað sem ég vil vera að taka. Manipulation, ég er búinn að segja það mjög oft í þessu vídeo, ég man ekki hvort ég hef
útskýrt hvað það er. Þegar ég tala um manipulation og þegar ég tala um við sem að manipulata inn í eitthvað fair value gap eða við erum að manipulata í liquidity eða eitthvað þannig, þá er ég að tala um bara fake move. Og þetta kemur rosalega oft þegar markaðurinn er að opna. Sjáum hérna. Markaðurinn opna hér. Hvað er 9.30? Markaðurinn opna hérna 9.30. Hvað gerir hann strax svo hann opnar? Kemur niður og tekur öll þessi lós hérna. Tekur þessi lós. Og þá halda kannski markaðurinn, ok, við erum að fara niður. Markaðurinn opna, hann er að fara beint niður. Neip, það er ekki rétt. Þetta er manipulation leg. Gerist mjög oft þegar við erum að opna. Strax við erum að opna. Hvað gerist? Manipulation leg. Það fáum við hérna. CSD. Lokum fyrir ofan hér. Entry hér. Markaðurinn er algoritmi. Hvað meina ég með að markaðurinn sé algoritmi? Hann endurtekur sig. Þess vegna er hægt að lesa markaðinn. Þess vegna er hægt að giska hvert markaðurinn er að fara. Eins og við sjáum hérna var ég að leggja saman okkur hérna Confluence, fáum entry mitt, búm, þetta. Sjáum hérna. Ég var ekki búinn að skoða þetta áður við fórum hingað, sko. Það er bara, það er hægt að finna svo mörg svona dæmi. Hérna. Komum niður. Tökum þessi lows. Hvað erum við með hérna? Við erum með fair value gap. Hvað gerist þegar við tökum þessi lows? Við tökum efsta kertið. Þetta er CSD-ið okkar. Endurum á CSD eftir að við fáum þetta líka. Inverse fair value gap. Hvað getum við targetað? Getum targetað þetta. En ef ég væri að treyta í alvörunni þennan dag, þá myndi ég setja TP mitt á þetta hérna high. Og þetta virkar svona. Er ekki eitthvað annað dæmi hérna. Ég get verið hérna, ég get setið hérna og sýnt ykkur endalaust af einhverjum dæmum í allan dag sem þeir nenni ekkert að horfa á. Ég veit ekki, kannski við séum gaman að horfa á það. En síðan gerist þetta oft. Komum hérna. Tökum þetta high. Tökum þetta high. Förum í þetta fair value gap. Og maður er bara shit, maður, þetta er bara perfect. Fáum CSD hér. Fáum inverse fair value gap hér. Og þú trúlega hugsa bara, ok, shit maður, ég set entry mitt hér. Stop loss. Take profit hér. Hvað gerist? Við bombum niður án okkar. Þetta gerist oft. Þetta getur mjög oft gerst. Það er bara að því að við erum búin að fá allt sem við þurfum að fá og markaðurinn er bara, ok, fyrir bara beint niður. Það mun ekki alltaf koma upp og gefa okkur eitthvað entry. Markaðinum er drullu sama hvað okkur finnst og hvar við erum með eitthvað entry. Þannig að þegar það gerist, þá þarfst þú bara að hugsa, ok, markaðinum bara gerði þetta í dag, ég get ekkert verið að væla út af því. Það bara gerist og þá bara klósar daginn, loka tölunni og heldur áfram með daginn. Að treyta ekki er stundum betra en að treyta. Það er stundum bara mjög gott að fá ekki entry. Þess að við sjáum hérna.
Tökum þessa hæs hérna. Fáum inverse fair value gap. Fáum CISD. Sjáðu þetta. Já, við erum svona nálægt að fá entry okkar. 16 tick. Og treysti mér, þetta gerist. Er þetta pirrandi? Já, mjög. Þetta er mjög pirrandi. En ég veit ekki hvað ég get sagt. Svona er bara lífið. Svona er bara trading. Þú ert ekki alltaf að fara á entry. Stundum farið geðveikt entry. Stundum farið lélegt entry. Stundum vinnuru, stundum taparu, stundum færið ekkert entry. Það er bara það sem er svo skemmtilegt við þetta. Nú er ég búinn að jappa hérna eitt Confluence í 21 mínútu. Vá, hvað ég er leiðilegur maður. Herru. Energy, kom on. Heimaðan dagsins, eins og alltaf. Farið í markaðinn, farið í replay, farið eitthvert og bara, þið getið þess vegna bara, við erum bara að spóla áfram, leitað bara, vá hvað er perfect hérna, ég veit ekki hvort það virkar, en tökum þessi hæs, tökum þessi hæs, inverse fair value gap, ef þetta virkar, það er þetta svo fallegt, sko. Ég er að sýna ykkur þetta bara in real time hérna. CSD hér. Ef þetta virkar ekki, þá getur svona líka sýnt ykkur að þetta virkar ekki alltaf. Tilbúin í þetta. Ok, þetta. Við hefum farið að break even á þessum lows. Þannig að þetta var break-even trade. Ég tapaði ekki. En ok. Farið finnið CSD. Checkið á manipulation líka. Þegar við erum að fara upp, við erum að manipulata þessi highs, við erum að fá þetta CSD og við erum að fá, við fengum bara annað CSD hérna, sko. Þetta virkar ekki á, þetta er bara lillur dagur, sko. Þetta er svartkerti. CSD hér. Einu sem er lélegt við þetta trade er að það er ekkert inverse fair value gap. Það sýnir hvað gerist þegar það er ekkert inverse fair value gap. Fáum entry. Og þetta virkar samt. Að þetta er besta nei, ég er eitthvað svo. En svona er þetta. Þetta er algjör snilt. Þannig að hefur við getað farið á þetta leið eða það er bjartsýni. Já, þetta er bjartsýni. Vá. Þá er hérna. Nú er ég alveg að spóla fram úr, sko. Ég er bara að leika mér. Ég er að sýna ykkur hvað þið var að gera. Nákvæmlega sem ég er að gera núna. Spóla bara áfram, horfiði bara. Tökum þessi highs. Inverse fair value gap. CSD. Entry á CSD. Stórt stopploss maður. Þetta er lengsta trade ever. Skiptir það máli? Nei. Og þetta vannst. Þetta er það sem ég vil að þið séu að gera. Farið aftur í tíman, spólið bara áfram, sjáu hérna, fylgist þið bara með, hvað er að gerast. Tökum þessi lows, ok, hvað gerum við, förum aftur niður, hvað erum við að gera hérna.
Þetta er það sem ég vil að þið séu að gera. Þegar ég segi ykkur að þessi heimavinna og þið að fara að skoða þetta, þá vil ég að ég geri þetta og ég vil að þið takið þessu alvarlega líka. Af því að þið lærið langmest á að fara sjálf í markaðinn og vera að skoða þetta sjálf og fylgjast með bara hvað er að gera. Hvað er að gerast. Ekki hvað þið er að gera, ég veit ekki alveg. En heyrðu, ok, ég ætla ekki að hafa þetta lengra í dag. Takk kærlega fyrir að horfa. Þeir eru snillingar og ég hef ógeðslega mikla trú á okkur.